Takk. Hæ, ég heiti Jón og þetta fyrirlesturinn. Fáðu meira frá þínum hönnuði. Ég er með svindlmiða hérna, hann er á rúðustrikuðum blöðum af því mér fannst svona allt sem maður skrifar á rúðustrikað blað einhvern veginn vera gáfulegra. Og þetta heitir Fáðu meira frá þínum hönnuði, þetta gæti alveg eins heitir, ég veit ekki, búum til betri stafrænar upplifanir eða hvað sem er. En þetta er vinnutitillinn og við virðumst sitja upp með hann í dag. Já, ég skildi ekkert á fyrirlesturum á hann og ég vona að það er líka því ég er hönnuður en ekki forritari, en hérna ég vona að miðla svona einhverju af því sem mig langar að segja. Nú, mig. Lyklaborðið. Æja. Kann ykkur að fletta PDF? Við getum alveg tekið bara af fullscreen eða eitthvað. Við getum flett svona eða eitthvað. Þetta er mjög skrítið. Jú. Jú, mót. Þetta er eitthvað. Herðu. Við gerum þetta bara þessi, mjög mót. Upp og niður, ekki hægri og vinstri, sjáu þið. Þetta eru svona litlir hlutir sem að mér eru hugleiknir. Það eru, já, eins og hún segir, þjál notendaviðmót og því ég mætti hérna í morgun, þá labba maður svona að finna spjalda sitt og svo kemur bara svona A3, A2, hérna, lokuð ráðstefna, ekki koma inn. Og ég er svona, ok, þetta er svona lítið atriði, en samt, lokuð ráðstefna, do not enter. Svona, ok, flott. Og það, ég skildi það alveg þarna, en þegar þú ert komin á internetið, þá kannski er erfiðar að skilja. Ég sá bara allir voru að labba inn og gerði bara svo þeir, en það er eitthvað svona software, do not download, þá bara sleppi ég því. Þetta er verið galið. Hér er ég, í grænu, og hérna, eins og hún segir, sko, ástæðan fyrir ég að halda hana fyrirlestur er svolítið að, hérna, ég hef svolítið ástríðu fyrir þessu og mér langar svolítið að búa til eitthvað alveg geðveikt. Og til að geta gert það, þá þurfum við svolítið að vinna saman, bæði sko ég og svo þróunarteymið, því að það er svolítið gagnslaust að vera bara með grafíkina og ein og sér þá er hún bara að taka pláss á harddiskum mínum og hérna og ég er svona aðeins í því yfirskynni að þetta skilji eitthvað örlítið eftir sig og hérna og saman þá getum við smíðað sko meiningarfyllri, betri stafrænar upplifanir sem að fólki langar að interakta við. Þetta er svona lausleg dagskrá, tala svona um hönnun, hönnuði, hvað er hönnun, þarf hönnuð almennt, notenda upplifun, ef ég hef tíma fyrir dæmisögur, svona smá röfl, svo ætla ég að tala um smáatriði, svona lítil smáatriði eins og þurfum að íta upp og niður hérna, en ekki hægri og vinstri, það meikar einhvern veginn engar sens. Og svo er smá tími fyrir lófaklapp ef svo liggur við, spurningar, það er 1 til 3, það stendur á hérna, leiðbeiningunum sem ég fekk. Ég á að gefa svigrúm fyrir 1 til 3 spurningar. Jafnframt stendur hérna, sko, það eina sem ég mundi var sko, skjáupplausnin á glærunum til að það getur verið flottar. Sko. Las þetta, sko, svo, já, ég átti að æfa mig heima og taka reynsli, ég gerði það ekki. Ég lét ekki vini mín að vita af þessu. Ekki hægt að hafa í presentor mode eitthvað, þetta er bara hérna með. Þið vitið þetta, þeir eru að fara marga félagast þetta, 1 til 3 spurningar. Hvað er hönnun? Þú veist, ég vinn hjá Hugsmiðjunni núna en hef unnið með alls konar fólki bara síðan ég lærði Photoshop. Og það er alltaf, já, við erum hönnun á þetta, við erum hönnun á hitt og við erum hönnun á þetta og hönnun, alltaf, við þurfum hönnun. Og hvað er það? Þú veist, er það stafirinn þetta skjánum, er það Photoshop skjölin, er það fínu retina íkonin sem allir vilja kveða hafa, er það stóru call to action takkarnir, er það
þú veist, af hverju þurfum við hann alltaf? Og ákvað að ramma þetta svona inn. Ég hefði getað notað einhver önnur kvót, Steve Jobs, not how it looks and feels, how it works, whatever. Og mér finnst þetta svona í fæstum orðum captura best það sem að hönnuður gerir. Þetta er einhver saga, þetta er einhver svona hugsun sem lögð í einhverja hluti og maður sér það. Og þú veist, þetta er að skilja vandamáli, þetta er að reka sig á veggina á leiðinni þegar maður er að þróa eitthvað. Þetta eru aha-augnablikin leiðin, já, við gerum þetta bara svona. Þetta eru ítrennunar, þetta eru hönnunartillögunar sem voru ekki nógu góðar og maður hlæra að eftir á þegar verkefnið er tilbúið. Þetta er meira en bara, já, við erum hönnun á þetta að gera eitthvað. Þetta er svo mikið og ég var ljóðrædd þegar ég var að gera glærisjóðu og þetta er kannski svolítið strangtrúað viðhorf en mér finnst allt sem hefur áhrif á notagildi þess sem við erum að smíða, virkni eða útlitið, það er mín ábyrgð. Ég geri það ekkert allt, ég skrif ekkert allt efnið á heimasíðuna sem við erum að smíða og ég segi ekkert forritaranum hvort hann hefur verið í mono-forritunarmálinu eða skala eða einhverju öðru sem eitthvað. En það er á mín ábyrgð, samt sem aður. Og tada! Þarf, þú veist, maður er oft eitthvað þegar að smíða eitthvað forrit eða Vimeo eða upp eða farsíma heimasíður eða venjulegar heimasíður eða þeir að smíða eitthvað stafrænt og þeir eru eitthvað á einhverju tímapunkti svona að þeir eru ekki hönnuð, þarf hönnuð og þú veist, ekkert alltaf. Stundum er bara hægt að fara inn á hafið séð Square, ef að frænka mér hringir, jæja Jón minn, nú vantar mig heimasíður, og Sally frænkar hringir og ég er svona, já, það er nú frábært. Ég ætla ekki að rukka þig fleiri 100.000 krónur fyrir að hann og smíðan, þú getur bara farið inn á eitthvað og gert það svolítið sjálfur, en ef þú þarft sérsmíðalausnir þá já, það ertu hönnuð. Ég notaði svolítið mikið white space, kannstu við þetta? Akkur notar ekki plássið? Þetta er svona, faldi já í white spaceinu. Og já, það er einn ástæðan, þú veist. Ég veit ekki, þetta dæmin einhvern veginn sanna það þarf hönnuð og Instagram þegar þeir voru seldir fyrir $1 þá voru 3 hönnuðir að vinna þar. Fleiri dæmi Mailchimp, ég er áskrifandi af, þeir eru með sín eigin póstlista líka sem þeir senda til annara. Það er ekki bara fólk með póstlista hjá Mailchimp, heldur þeir líka með póstlista sem ég fæ í tölvupósti og þar eru ofta að tala hönnun. Og þeir gera hana svo vel, þeir gera sama hlutin 6 sinnum eða eitthvað, finna bestu mögulegu lausnina á tilteknum vandamáli. Og svo tek ég vegvísir sem að tók vefvelunum daginn, þekkir strákur sem gerir þetta, hann hönnur, gerir þetta af því bara, tók einhverjar upplýsingar sem er hægt að fá inn á vegagerðin og svarar þessari spurningu, hvað eru margir kílómetrar eftir, bara á 2 sekúndum. Og þú veist, þegar það er búið að hanna hlutina þá einhvern veginn verður skyndilega gaman að nota á. En hvernig hönnuð þarftu? Við erum ólík. Það eru alls konar hönnuðir. Þeir sem eru vanir að hanna fyrir prent, þeir sem hanna gagnvirkar upplifanir. Og þegar ég er að mæta til dæmis á fundi og er svona í leðurvesti og er svona eitthvað með gleraugun mín og byrja að viðra svona mínar hugmyndir, þá er fólk bara shit, hann er að fara að gera eitthvað ultra hipp, við skulum ekki fá hann. Það skiptir ekki máli. Þú veist, þú þarft, við erum alls konar og ég heyr oft þetta orð grafíker, ég veit ekki eins og hvað það er það eitthvað sem kann á Photoshop eða eitthvað, en styrkleikarnir eru mismunandi ef þið eru með eitthvað tiltekið verkefni og sumir eru rosalega flinkir að gera útlit og meðan sumir eru rosalega flinkir að velta upp steinum og pæla í gagnvirkni og svo eru vöruhönnur sem ég líti á þetta svolítið sem eins og sem að þróa
stafrænar vörur og þú veist, en ef þið ætti bara að fá einn, að þá þyrfti það helst að vera einhver sem að getur svona brugðið sér í öll þessi gerfi og einhvern veginn því meira svona abstrakt sem að hönnunar, ég kalli þetta vandamál sem það að leysa þá þarftu sennilega færari hönnu til að gera það og við tökum dæmi miskól QuizUp, Jóhann Steinar vinur minn, heldur með Tottenham, alveg svo haukur maður segja það, við erum saman í litla Tottenham klubnum, við erum saman í hringja QuizUp, ég ætla bara að taka lítið dæmi þetta útskýraða sem ég er með maður opnar QuizUp, ég ætla að gera það þá kemur svona login skjár og þú veist, það geta allir gert hann ok, svo þú veist, þurfum við að útbúa eitthvað svona interactions ég þurfa að geta skorað á einhvern og svona, þá ertu komin í flóknari vandamál en það sem mér finnst QuizUp gera einstaklega vel að leysa vandamáli hvernig fæ ég fólki sem að notar þetta QuizUp til að líða eins og hinir notendurnir séu líka raunverulegir þú veist, þarna ertu komin í eitthvað þarna, þú veist sjáðu stigsmuninn á hönnunar vandamálunum að þeir eru með avatar, þeir eru með ég er bestur á Íslandi í Tottenham-flokknum til dæmis og þá kemur það upp á skjáin hjá mér því ég skora á einhvern annan, ég get sendt honum skilaboð þannig að þetta er svona þumulputtareglan í þegar að velja ykkur hönnu sem sagt þið þurfum mögulega nokkra þegar að fara að leysa vandamáli svo að skapa meiningafull samskipti milli notendana í kerfinu á einhvern hátt. Það er einhvern veginn, þú veist, hönnun er ekki bara loginskjárinn og útlitið á honum, það er einhvern veginn hvernig þið ná að glæða þessi stafrænu samskipti einhverju merkingu. Þar liggur hönnun í dag. Þetta er orðið svo fínt og maður finnur alltaf að maður notar eitthvað sem er gott og er gaman að nota, maður fær feedbackið að þá finnir maður að það er góð hönnu. Þegar þið eru að velja hönnu þá er ég með punta og þetta er svona, þú veist, góður hönnu er kannski ekki með þetta allt en þetta er svona einkenni þess að þið eru svona, já, nú þurfum við hönnu, hringjum í þennan og hitti hann eða hvað sem er. Að geta rökstutt hönnur ákvarðanir síðar, eins og til dæmis ef einhver í grúppunni íslensk vefhönnun þá kom eitthvað daginn var einhver forritari að tuða af hverju eru síður og svona síðar, ég þoli ekki allt þetta skroll og eitthvað. Ástæðuna fyrir því til dæmis ef maður er svona að reyna að presenta eitthvað slíkt layout, það er meiri stjórn á sögunni í staðinn fyrir að skipta sig upp í dálka, þá getur sagt söguna niður og betur stjórn á þessu svona narrativ. Nú, önnur ástæði fyrir okkur við erum farin að skrolla svona mikið að það er símarnir og paddarnir og skrunmísnar eða einhverja svoleiðis. Maður er bara svona komið niður á þetta síðuna og það bara hefur rannsakað að fólk gerir frekar, komplítar frekar call to actioninu sem þið vilja að fólk geri í any given viðmóti ef þetta er single í staðinn fyrir 3 dálka eða 2 dálka eða það sem allt er út allt. Nú, góður hönnur, hann er alltaf að spyrja af hverju hann getur svona, af hverju prófa þetta ekki, og við erum alltaf að tala um eitthvað notanda sem ég hef reyndar aldrei hitt, en það er alltaf svona, hvað með notandan? Notandinn, eitthvað svona. Og við þorum að segja svolítið það sem okkur finnst. Þú veist, ef eitthvað kemur og ætlar að fara að gera eitthvað sem er alveg galið. Þú veist, það kemur einhver í teiminu eða viðskiptavinur eða einhver þá gerum við það, ættum að gera bara, þetta er heimskulegt, þegar við gerum þetta ekki, þetta er alveg galið og kannski ekki á niðrandi hátt við viðkomandi en svona reynum fáum til að vera með einhverju liði. Við skiptum að einhverju einasta smáatriði og ég kem inn á það eftir. Það fer rosalega í mig að smáatriði sé alltaf kölluð smáatriði. Því einhvern veginn þegar maður fer að tína þetta saman, þá veit ég ekki hvað er stóra atriðin og svo smá, ég næði ekki. Þetta eru einhvern veginn, ef þú klífur verkefnin í einingar, þá er þetta bara svona 1000 smáatriði sem mynda heild, þannig að hvað er að draga línuna. Það kostar aðeins meira að fá góðan hönnu. Ég lenti í daginn og hringdi í mig. Getur gert þetta eitthvað, hitt og þetta? Já, það kostar svona. Já,
sko, kona mín var með daginn sem gerði þetta bara fyrir 30.000, ég alveg, já, ok, flott. Þetta ekki með númer hans, ég vil ekki bara hengja þangað. Og veist, ég lendi örugglega líka í þessu, hérna, þú ert svona í tölvunum, getur hérna gert alveg helling fyrir mig og þínu frítíma og bara, ég skal, eitthvað. Já, og svo náttúrulega, fyrst við erum að gera allt þetta, þá einkennum góðs hönnun klárlega að þetta lítur vel út og við getum sett okkur í spori sem notenda sem við erum alltaf að vera og verkkaupa líka. Við mögum ekki gleyma því að þið eru að borga mér eða einhverjum hönnuði fyrir að ná fram einhverjum markmiðum sem þið vilja ná fram. Og ég þarf einhvern veginn ekki bara að hugsa um notendan, hann Jürgen í Sviss, hvað var hann alltaf að gera þetta á síðan eitthvað, þú veist. Ég hef líka getað sett mér í sporin, já, en við þurfum að græða þessu. Nú, já, ég glemdi henni svindna, ég hvort það ekki mikið að nota á, en ok. Hvenær þarf ég að tala um hönnuð? Hvenær í ferlinu svona, fáum hönnuð? Hvenær er best að gera það? Veist, það þegar að við erum tilbúin með prótótípu? Það þegar búið að henda öllu upp í einhverju kerfi og nú þarf bara að láta það líta vel út? Það þegar þið byrjaði að gera wireframe? Það, þú veist, ég lenti í bara öllum skalunum og ég hafði rosalega gott þar sem ég starfa til dæmis að þá einhvern veginn fæ ég að vera með allan tíman. Þetta er ekki hljómsveitin strax, þetta er orðið strax. Og samt, það má ekki gleyma því að það gengur í báðar áttir líka og ég er að fá einhverja hönnunar, hugmyndir, eitthvað að rissa þér upp og þá er það líka mín ábyrgð að tala við þróunarteymi og komast að tæknilegum örðugleikum vegna sem við störfum alltaf inn í svona, maður settir á mann svona ákveðnir hönnunar klafar sem maður þarf að starfa eftir, því þekki ég þetta forritun og úr hverju sem starfi. En tala strax af því að þetta er grín hérna nota þverfaglegt í vinnunni, koma því alls staðar að, en teymið verður klárlega þverfaglegt. Nú, það er allir á sömu blaðsíðunni og ég skil vandamálið betur. Ég er ekki að koma að skreita eitthvað sem er tilbúið, þarf að ship eftir viku eða eitthvað bullshit. Ég skil bara frá byrjun hvað vandamálið er. Við forðumst tvíverknað á þann hátinn þegar ég kem einhvern veginn inn í eitthvað ferli og það er búið að gera eitthvað heimskuleg flæði eða eitthvað glata sem að, þú veist, var bara gert í góðri trú, samkvæmt einhverjum kröfulýsingum og ég kem með það, af hverju er þetta svona? Hvað með Jürgen í Þýskalandi sem er notandi og hann þarf að geta gert þetta bla og x og y. Og þá spörum við pening hreinlega með að þurfi ekki að, djöfullinn, þá þarf að sækja úr annarri töflu í gagnagrunninum og forritið þetta upp á nýtt og eitthvað, þannig að við spara pening. Og svo erum við að segjumst vera eða ættum að vera sérfræðingar í einhvers konar notendu upplifun. Og hvað er það? Það er bara svona 1000 litlir hlutir, 1000 smáatriði, það er notendu upplifun. Og jú, það kunna allir á netið og það kunna allir, þú veist, já, það er ílöfnum þetta og eitthvað. En svona í teymi þá hefur það einhvern veginn gegnum tíðina alltaf verið þannig að það eru hönnuðirnir sem að nenna mest að pikka í þessu atriði og láta sig það varða og tadat! Þetta er merkilegasta sem er í glærisjónu, þannig að þurfa að fara eitthvað annað myndi ég fara núna. Ef ég er með allan tíman, ef ég skil vandamálið alveg frá grunni, ef ég, þú veist, fæ að hitta stakeholderina og ef ég fæ að, þú veist, ef þetta er gaman, ef fólk hlustar á mig og er ekki bara, já, getum við ekki bara gert þetta svona, eða er búið að gera einhver Excel wireframe, einhver verkefnastjóri og sem er ógeðslega asnalega uppbyggð og vilja bara að ég gera það nákvæmlega eins eða eitthvað skilju. Ef þetta er ekki þannig, ef maður er bara með allan tíman, að þá í alvörinni, þá bara á ég eftir að fórna frítíma og ég á eftir að hugsa þetta þegar ég er ekki í vinnunni og ég á eftir að leggja mig svo mikið allan fram til að gera bestu stafrænu vöru úr þessu verkefni sem er nokkur kostur á. Og það er akkurat, það er svona sem þið fáið meira út úr ykkur hönni. Það er með því að treysta honum, bara, þú veist, nei, við gerum ekki, þú veist, ef maður er að koma á, eins og ég segja á góður hönnur, hann getur flutt rök fyrir stutt sína hönnunar ákvæmlega með einhverju öðru en þetta er flott. Þú veist, maður getur komið með gögn, rannsóknir, reynslu, eitthvað. Nú, þegar við erum höllið, þá þurfum við að hafa skýrt umboð eða eitthvað teymi. Ekki þannig að við förum ég og Haukur til dæmis, þróum eitthvað geðveikt, hann er að vinna hjá Vodafone. Við smíðum eitthvað saman tveir í okkar horni og hann bara, já, þetta er allt í lagi. Og svo kemur ykkur úr management og bara, sko, mér finnst bara rauður vera ljótur, sko. Og það byrja alltaf bara nýtt.
Skilu, ég fann að spyrja fundi, ég var að fundi með ríkisstofnunum daginn. Herðu, hvað svo, þarf þetta að fá stimpil frá ráðherra eða eitthvað svoleiðis, eða eru þið bara með þetta hérna? Já, nei, við megum gera þetta sko. Þetta ekkert, þú veist, spara því líka pening, af því að ég fá bara meir út mér með því þurfi ekki að gera sama hlutin 2 eða 3 vegna þess að ég þarf að þóknast einhverjum hærra sem er kannski arguably bara með vondan smekk eða skilur ekki virði góðra hönnar líkt og kannski Haukur sem ég var að vinna með. Láti hönnuðin hafa vandamál til að leysa, ekki koma með eitthvað bara, jæja, hérna ég veit ekki, eitthvað, bókhaldskerfið, það bara tilbúið svona og þú verður bara að láta það líta vel út. Það í alvörunni, það svo leiðilegt og maður er ekki að fara að ganga eld og brennistein fyrir það ekki eins og hægt að byrja, ég hef of stuttan tíma. Og þið vinni hjarta allra hönnuða með því að vera umhugað smáatriði. Ef þið eru bara, hættið að kalla þau smáatriði og ef þið eru bara proaktív í að taka þessa litlu hluti og spotta það og spá í þeim og spyrja út í það og velta upp hverjum steini, þá á ég eftir að vera bara tjöfis snildir að vinna með þessum. Og please ekki bara þú veist, það lendir ótrúlega oft í því sko að mér líður eins og ég sé bara að vinna fyrir einhvern aðila, fyrir háar fjárhæðar tíman, bara því ég kann að Photoshop og ég bara hanna eins og viðkomandi manneski vill að hlutin til séu. Og ég fæ ekkert að, þú veist, gera það sem ég er búin að gera í 15 ár plus, heldur, en mér svona, já, færðu þetta þáka, hafðu þetta blátt og eitthvað svona, þú veist, þá það ekki að fá mikið út úr mér, sko. Það endar yfirleitt í því að maður er svona, djúvel það leiðilegt og gerir bara allt sem fólki vill og verkefni eru glata og svo heldur maður áfram. Og ef þið spyrjið einhvern hönnu líka hvað besta verkefni sem þú gert, þá það nýjasta verkefni sem að klára þér, sem að gekk einhvern veginn svona fyrir sig með þeim forsendum sem ég er búin að renna þetta yfir. Og þú veist, í hverju einasta verkefni þá erum við alltaf bara, þú veist, það kemur líka við svona tónlist undir eins og í svona 80s bíómyndum þegar líður svona heilt ár yfir einu lagi og allir er svona að gera eitthvað geðvægt. Man líður þannig þegar maður er að byrja nýju verkefni. Ángríns. Smáatriði. Ég veit í alvörinu ekki hvað smáatriði, það oft, þú veist, mér líður oft bara eins og ég sé óþolandi, ég bara, getið ég minnka fóntinn þarna ef þetta mikið, okkur þetta svona, og getum við fært þetta, getum við haft þetta aðeins minna, getum við tekið skuggan þarna af, bara einhvern veginn svona, allt í einu komin á listi. Ok, allt í lagi. Ég veit ekki hvað stórt atriði, það bara, ef þú ætti að gera vefsíðu eða eitthvað, það bara að notandinn sem internettengingu, það örugglega stórt atriði. Og sem einhvern veginn skjá, þetta tvennt sem datt í vegna, svild með hann, nettenking, tölvuskjár. Og sko, það 2014 og það bara komið tími til að taka þessi smáatriði pínlítið alvarlega. Annars kemur bara einhver og gerir dótið sem við erum að gera, betur, hugsaður dítilinn og þú veist, ef það eitthvað virði í markanum sem er á, og þá bara, MySpace, það bara enginn þar, allir á Facebook. Samt Justin Timberlake í auglýsingunum. Hvað mikið tíma eftir? 5 mínútur! Ok. Hinn fekk að vera lengur. Ég fæ að vera lengur líka. Hlýtur að vera. Ég er miklu hressari. Ég vil að skoða hvað mikið eftir, sko. Herðu, já. Þetta svona lítið dæmis að kemur eitthvað, Jón, okkur vantar sign-in-form. Eitthvað einfalt bara. Það flóknasta sem hönnuður gerir að gera eitthvað flókið einfalt, bara svona til að byrja með. Það þarf lítið einfalt. Já, það er miklu flóknar en að hafa þetta stórt og flókið. Ok, okkur vantar eitthvað sign-in-form. Ég gerði þetta einhvern mann í vinnunni fyrir kaffi á svona korteri. Sjáðu þetta. Are you sure you want to mini driver has recently updated? You need to continue. Yes! Not now. Ég myndi alltaf þetta yes, mér er svo sætt. Já, þetta tekur bara svona korter og þetta er geðvægt, en sko við erum að tala kannski skráningaform sem við vitum öll að notendagrunnurinn það stærsta asset allra stafrænna vara. Ef Quickstep komið með 10 milljón notendur þá kom bara einhverju trillti kanar og vilja kaupa það á fleiri $100 milljón. Svo að. Það er meira við þetta sign-in-form. Það er allt þetta. Þetta er löng textablokk, miðjusett, ég hveti ykkur ekki til að lesa þetta.
En það þú veist, hvaða vinnuskilaboð að koma? Á ég að vera með sjálfvirka leiðréttingu, er einhver innsláttur, á ég að bjóða þér upp á sósíalokun, á ég að vera með 1 eða 2 passwordriti, er nóg að vera með 1, á ég að koma með alltaf indikatorinu því ég er búin að fylla þetta rétt út, hvernig lítur þetta staðfestingartölvupósturinn út, hvað gerist eftir ég skrá mig, lendi ég inn á einhverju dashboardi, fæ ég einhvern prófíl, get ég, skilji, það meira, og til að hérna undirstrika virðið smáatriði að þá bara í þessu litla sign-up-formi sem ég geti verið kortur að gera og bara, þetta er komið, rukka 2 tíma eða whatever, að þá hérna þurfum við svolítið að huga þessu. Og það eru smáatriði sem að mynda notendaupplifun sem er síðan varan sem við sendum frá okkur. Og ef það er eitthvað, þú veist, það tekur mörg ár að byggja upp traust notenda ykkar og að velta ekki upp hverju steini, pæli í hvað gerist, í hvaða mögulega scenarió sem er, að þá getur ég bara glata traustið þeirra og þau koma bara aldrei eftir eða bara fara, þú veist, þetta er bara svo, þetta er mikilvægt, hérna, þú veist, það er bara miljón lítið smáatriði sem mynda það, þessi næs að nota Facebook, skilju, og ég veit ekki, eitthvað svipnið á hann, nei. Og leið og hérna, já, og leið og við sko byrjum að segja, já, þetta er bara smáatriði, þú veist, ég er alveg allur til í að shippa, þó það sé ekki alltaf alveg 100% tilbúið. En ef við erum bara, já, þetta er bara smáatriði, við höfum ekki tíma til að gera þetta, þetta er að fara aftast í bakloginu, við kíkjum aldrei á þetta og þú verður bara hérna að kaupa bjór handa öllu forðunum teiminu til að þetta verður nokkuð tíma lagað. Að leið og við erum komin inn á eitthvað svona braut og þá getum við bara enda með eitthvað legacy drast sem er ógeðslega klöttert og ekkert virkar í og bara og einn daginn bara shit, við erum að skrifa þetta allt aftur. Nei, þið kannski þurftu ekki að skrifa þetta allt aftur, þið þurftu kannski bara vera fókusið á smáatriði allan tíman. Nú, Photoshop-skilin mín eru einskisvirði, þau taka bara pláss á hárðarskilum, þau eru kannski pínlítið falleg stundum en það er hérna sem allt er gaman og þá er maður til í að, þú veist, fórna helgunum til að sjá hlutina gerast og það er ógeðslega gaman og svo kemur eitthvað gögn inn í það sem hvað sem er sem við erum að smíða og hérna og þá allt í hennu byrtast þau ekki rétt eða þetta er öðruvísi gögn við heldum að kemja inn og þá er það bara gaman. Þá er það bara tækifæri til að huga því litla smáatriði og gera það enn betur og skapa betri upplifun. Að því er að forritarlínu, þá var ég svona pínlítið að reyna að sníða með að forriturum og hérna, sko, það er bara svo ógeðslega verðmætt að vera smá svona smáatriðalúði í þróun á góðum hugbúnaði og þú veist, megi vera að því að kynna ykkur hluti, hönnunarhluti eins og grid, hvað er grid, akkur er grid svona, til hvers er að nota, typografíu, einhverja hönnunarstefnur, læra smá Photoshop, svo nýforðan Sketch og Illustrator að þá bara gerið ykkur 1000 sinnum verðmætari starfskraft og sérstaklega í framtíðinni vegna þess að sko notendaupplifunin er bara orðið varan svo svipar, það er ekki lengur, þú veist, eitthvað, kerfi sem að getur gert A og B og eitthvað. Það er hvernig er að nota kerfi sem að getur gert A og B og eitthvað vegna þess að það er ömurlegt að nota það, það mun ekki nota það, þetta mun þykja það leiðilegt og það mun bara svona, nei, notum eitthvað annað. En til að recapa, til að fá sem mest út í sínum hönniði, þá þurfa að velja eitthvað sem er góður. Þú veist, ég hef heyrt miljón sögur, já, við vorum hérna hönnuð og hann bara stakka til Brasilíu og var bara 3 vikna kókainflippi og senda aldrei skjölin og við gátum ekki shippa og þetta var ömurlegt. Velja eitthvað sem er góður og þó að kosti pínlítið meira, þú veist, bara skýtt með það. Þetta er varan sem er að fara að senda frá okkur og hann þarf ekki bara að gera þetta fallegt, hann þarf líka að ábyrgjast það að þetta virki. Hver hefur til dæmis ekki notað lélegan ostaskýra? Hvað er málið með það? Þú veist, og hérna þvottavélar, einhver. Alls konar táknum, 50 ára gömul, eitthvað svona, já, fólk skilur þetta alveg. Nei, fólk skilur þetta ekki. Og það er verið að velta ábyrgðina á því að læra á helvítis táknin yfir á mig í staðan fyrir að hafa þetta bara nógu einfalt frá byrjun. Að það verið að velta ábyrgðina yfir á mig. Þú veist, af því að það nefndi ekki að hugsa þessi smáatriði. Það er bara svona, já, við setjum bara sömu táknin og AEG notuðu 1953 og við setjum þau bara því að kunna allir á þau og svo bara, nei, það kunni ekki allir á þau. Það var reyndar reynst mér ágætt afsögning gegn tíðina vegna þess að ég átti að sagt, nei, ég kann ekki þá töluna og einhver annar þvær þá til. En það er ykkur aðri. Nú, traust, við þurfum svolítið að, þú veist,
hönnurinn ykkar er ekki bara verkfæri sem að kann á viðkomandi forrit, heldur hann einhver sem á að segja að þú ert að gera vitleysu, hann á að koma með betri hugmyndir að því hvernig við getum bætt upplifun og skapað meiningarfull sambönd á milli þess efnis sem þeir að miðla og endanotandans. Við þurfum að vinna, sko eins og ég sagði, Photoshop skilin mín eru alveg gagnslaus, þau eru bara svona eitthvað og ég kann svo lítið að forrita, ég fór á smá JavaScript-námskeið í vinnunum daginn, ég kann ekki ennþá að gera Hello World, ég var samt alveg komin nálægt því. Það er í glósunum hjá mér hvernig ég á að gera, ég fann þar daginn og skoða þar og ég skildi þetta ekki, 3 vikur seinna. En ég skil samt svona, ég veit muninn á JSON og XML til dæmis. Vinna saman og smáatriðin eru notandi upplifunin sem þú sýpar. Já, rauði minn. Það kemur hérna spurningar og þetta var því að ég var að gera glærur og svo eru 11 tómar glærur af því ég reiknaði með ég gæti kannski gert 40 glærur en ég gerði bara 28. Þannig eru 11 tómar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nú komum við að enda. Þannig. En fólk má spyrja að fá sér kaffi eða eitthvað, mér er alls saman. Smá tíma fyrir spurningar áður en þið fóruð að henda til kaffi. Eitthvað spurningar? Ég ekki með faglega spurningu, en hversu maður kemur Ég var að undirbúa fyrirlestinni fyrra dag og ég var að fá mér bjór og svona stundi ég fæ mér bjór og ég fekk mér bara 2 sko, en stundi ég fæ mér bjór og kem heim þá var svona konum mér svona, varstu að fá bjór? Já, og þannig ég teiknaði ketti til að gefa henni til að hún yrði aðeins ánægðari með það, ég skilu þetta var undir því, og hún teiknaði kettina handa mér að því þú varst að fá bjór. Ég já, það virkaði svo allt. Fleiri? Það er margar hendur. Símon? Ef ég vil kynna mér hönnun betur, hvaða blogg eða síður eða eitthvað mæli ég með, að list apart er góð. Googla grids og eitthvað svona. Svo sko sjáu þið nýjustu strauman af stefnunar á dribble.com. Það eru að spá í bara hvernig þetta lítur út. Smashing Magazine undir design. Við erum ef þið viljið læra forritun sjálf þá er svona hraðasta learning curve er eins og lynda.com eða eitthvað slíkt og svo svona ef þið finnið eitthvað svona dýr námskeið á netinu og fara á torrent og downloada þeim og eitthvað svona. Fleiri? Einn viðbót? Segðu. Já, ég er til í það. Mér langar að læra meira. Það er mikilvægt. Það er eitt punktur með það. Það hefur verið svona debate hvort að hönnur er kunna forrita líka, sem er mjög gott. En sko með þessu kannski breytta landslægi, undanfarið kannski 3 ára eitthvað, það er gríðarlega mikil áhersla á sko interaktionið og notenda upplifunina og ég treysti mér ekki bara í það að kunna forrita, hanna og vera sérfræðingur notenda upplifun. Mér finnst það svolítið mikið, mér finnst það svolítið dreifið þannig að ég er þar en mér finnst mjög mikilvægt að ég skilji einmitt báða heima og geti svona nokkurn veginn skilja á. Já, svona eins og við notum þverfaglega orðið. Já. Að þú sé svona þverfaglegur og kunnir að tala. Já, ég get klárað. Já. Mér hefur reynst gengið ágætt að tala við forritarinn ef ég vinnu, það er kannski eitthvað reyna. Við tölumst þetta saman og það gengur ágætt. Þarna er einn. Við erum sprungin á tíma, en Já. það verður kannski tíma eftir í lok sessions að spyrja fleiri spurningar. En ætlum að þakka Jóni bara fyrir flottan fyrirlestur. Já, takk hérlega.